Skoða það. Heyrðu, nú ég sérst byrjaður og nú bara kíkjum við á æxlunarfæri karla. Við vorum búin að ræða þessu æxlunarfæri kvenna og ég ætla að byrja á því að ræða að gefnu tilefni, ræða hvað er líkt með æxlunarfærum karla og kvenna. Því að þau eru, þegar á allt er litið, ótrúlega svipuð líffæri. Þarna er sérst fóstur sem er komið einhverja vikur á leið. Þið sjáu þarna að myndast auga og höfuðið er orðið skýrt og svona. Þetta er eins og rækja. Ok, byrjum hér. 5 vikur liðnar af meðgöngu, fóstrið er orðið rétt rúmlega mánaða gamalt, konan er orðin ólétt, hún líklega veit af því vegna þess að hún hefur væntanlega mistað blæðingum. Hann hún mistað blæðingum hefur hún líklega athugað hvort hún væri ólétt og þá mælast önnur hormón í blóðinu heldur en þegar hún er ekki ólétt og hún væntanlega veit það, kannski ekki, kannski liðið lengri tími. En það sem ég vil benda á er það að eftir 5 vikur meðgöngu, rúmlega mánuð, þá er engin munur á æxlunarfærum karlfósturs og kvenfósturs. Þegar þið voru 5 vikna gömul frá getnaði, sem þið voru ekki fædd, þá litu þið nákvæmlega eins út með tilliti til kynfæra. Þið höfðu svona kynfæri. Þetta er að vísu mikið stækkað. Þetta er pínu lítið á fóstri, en þetta er það sem síðan verður að æxlunarfærum karla og kvenna. Og þau byggja upp á þetta eru ytri æxlunarfæri, þetta er ekki það sem er inn í líkamann. Þetta gula heitir glans, þetta er það sem er fremsti hluturinn af tippi á strákum og við köllum oft kóng. Og þetta er líka það sem hjá stelpum verður að snýp og er efst í hluti kynfæra kvenna líka. Þetta rauða og þetta bláa verða skapabarmar kvenna, ytri skapabarmar og innri skapabarmar. Þetta bláa leggst yfir æxlunarfæri kvenna og þetta er það sem verður pungur hjá strákum. Þetta er bara sama skinnið og eistun ganga síðan niður í þennan sekk. Og hér er spöng sem er svæðið á milli legganga eða pungs og endaþarms og hér myndast endaþarmur. Það er ekkert meltingakerfi komið í fóstrið þessum tíma þannig að það er engin endaþarmur. Þetta var eftir að lokast af og mynda hér endaþarm. Þetta var eftir að lokast hjá strákum en hjá stelpum heldur þetta áfram að vera opið og þarna verða 2 göt, annars vegar þvagrásaropið sem konan pissar í gegnum og hins vegar legganginn sem liggja upp í legið. Ég set með þarna ensku og latnesku heitin, bara ég meina, kannski var einhver ykkar í hjúkrunarfræði eða læknisfræði setna mér og ef þetta verður ennþá á netinu þá er þetta ágætis upprifjun á því hvað er hvað. Ok, eftir 10 vikur, nú er fóstrið 2,5 mánaða, þá er farin að myndast breyting. Þið sjáið að glansinn, eða það sem verður síðan kóngur hjá strákurinn hérna megin, er svona að byrja að svona brjótast saman á vissan hátt og það er að byrja að lengjast æxlunarfæri stráksins. En ég hugsa samt að ef þið bara fengið að kíkja og sjá þá er ekki vissum að þið væri viss hvort kyn þetta væri. En þið sjáið það er að byrja örlitla breytingar og opið sem þið sjáið er ennþá galopið hjá stelpunum er ekki eins opið hjá strákunum. Það er að byrja að lokast og þið sjáið endaþarmurinn er búinn að myndast þarna alveg. Þannig neðst á myndinni. Og aftur, þetta eru nöfnin og þetta hér eru skapabarmar. Snýpur, kóngur og svo verður þetta skinn hér á pungi seinna. Rétt fyrir fæðingu er síðan komið mjög skýr mynd á æxlunarfærin þjálfarinn. Ólík, mjög ólík, en þetta er samt ennþá grundvallaratriðin þau sömu. Hjá stráknum er komið tippi, það er komið pungur. Eistun eru kannski ekki komið langt ofan í punginn, þau þurfa að ferðast í gegnum líkamann eins og ég sýni ykkur á eftir og enda þar og af mjög gildum ástæðum þurfa eistun að komast í punginn á endanum og bleikasvæðið þarna er búið að lokast alveg af hjá stráknum en hjá stelpunum er það ennþá opið, hér er leggöngin, snýpurinn er hérna uppi og húðin er búin að mynda ytri skapabarma og innri og æxlunarfærin er orðin dálítið breytt. Við töluðum um æxlunarfæri kvenna síðast og nú ætlum við að tala um æxlunarfæri karla. Hjá sumum strákum gerist þetta, það er sjúkdómur sem að veldur því að þegar strákurinn fæðist þá hefur þetta ekki náð að lokast þarna. Og þar sem þvagblaðran er þarna fyrir ofan, þá gerist það stundum að strákurinn pissar þá út tippið að neðan, í staðinn fyrir að pissa út úr því á endanum. Og þá er gerð skurðaðgerð yfirleitt bara strax við fæðingu, eða mjög fljótlega eftir fæðingu þar sem þetta er lagað þessu lokað.
Við reynum að gera alltaf aðgerðir á æxlunarfærum eða kynfærum mjög snemma eða bara bíðum þangað til að komið að kynþroska. Það yfirleitt ekki gerðar aðgerðir á æxlunarfærum einhvers staðar á aldrinum 2 til 5, 6, 7, 8 ára. Vegna þess að börn upplifa skurðaðgerðir á kynfæri sem mikla árás á sig. Þau ekki nógu fullorðin til að skilja hvað í gangi og þetta dálítið flókin líkamshluti. Krakkar mjög ungir þegar þeir taka eftir þessu og fara að velta fyrir sig hvernig þetta og fíkt í þessu og svona. Og það allt saman eðlilegt og það til heil sálfræðikenning eftir Sigmund Freud, þýskan sálgreini, að líf okkar snúist meira og minna þetta. Stelpur séu alla haldnar einhverju sem hann kallaði reðuröfund eða tippaöfund. Stelpur öfundu alltaf stráka því að hafa tippi og strákar væru með ödipusarduld sem væri þannig að þeir vildu losna við pabba síns og þeir getur átt móður sína einir og eitthvað svona, þetta allt í tómu skrali. Þannig lýsti Freud í og þessi sálfræði var ákaflega vinsæl svona eftir miðja þessa síðustu öld og allir á kafi því að kynlíf væri bara málið og það væri það sem kemur okkur fram úr á morgnana og við varum bara lífsþorst okkar snýrist allir æxlunarfærin á okkur. Ég ekki vissum að sé þannig. Jæja, en þarna sem sagt sjáu þið nöfnin og þið sjáu að þetta nú kunnugleg nöfn, klitoris snípur, labia skapabarmar, minora og majora og anus rass og glanspínis kóngur. Glanspínis. Jæja, það nú flott nafn, glansinn. Og nú mest í glansinn að þessu þegar hann lenti í slottuvinni. Heyriði, innri æxlunarfæri. Æxlunarfæri sem eru innan í líkamanum. Þegar við erum 5-6 vikna, hér, þá engin munur á innri æxlunarfærin okkar heldur. Það bara þessi þræðir upp í loftið og það endar hér og svo einn æxlunarfæri hérna fyrir neðan. Það sem gerist síðan á næstu vikum eftir þetta, þá byrjum við að þroskast í sitthvora áttina. Strákar fara að þroska þennan hlut hér, sem lítur svona út eins og baunabelgur, og hitt fer svona bara að deyja út og hverfa. Hjá stelpum þroskast akkurat öfugt, og þetta rýrnar, það hverfur ekki alveg. Það getur svona tengihlutverkum áfram en það hverfur alveg á strákunum hinn. Þessi bleiku litlu pokar hér það sem verður síðan eistu hjá strákunum. Þið sjáu nokkrum vikum seinna að þá strákurinn komið þannig að eistun eru búin að myndast. Þau eru úr þessu hér. Hitt horfið en í staðinu kom svona litlir ángar. Og þessi litlu ángar verða síðan kirtlarnir sem búa til sæðisvökvann. Og sæði búið til úr vökva annars vegar og sáðfrumum hins vegar. Og sáðfrumur eru bara brota af sæðinu. Sæðið eru megnið til bara vökvi, næringavökvi og svona hlífð fyrir sáðfrumurnar. Við ræðum þá eftir. Og hér myndast svo blöðruhálskirtill í strákum sem stelpur hafa ekkert við að gera og hafa þess vegna ekki. Blöðruhálskirtillinn það sem stjórnar því hvort að fara út tippið piss eða sæði. Og við viljum ekki að það gerist bæði í einu. Ef konur þroskast öðruvísi, þetta hér verður að tengingu fyrir eggjastokkana og hitt verður bara svona festingar í kringum eggjastokkana með önnur hlutverk. Jæja, svo gerist þetta, rétt fyrir fæðingu. Eistun, sem þá voru orðin velmynduð, þau fara í ferðalag niður eftir líkamanum og þau enda ekki fyrir að koma niður að punktnum. Sitthvorum megin við tippið, eða fyrir neðan tippið réttara sagt. Blöðruhálskirtillinn hér sem stjórnar umferðinni, hvort við erum að pissa eða að senda sæði út. Og hjá konum síga eggjastokkarnir alveg eins og eistun en þeir stoppa áður en komið út úr líkamanum. Og þess eru eggjastokkarnir í líkamanum rétt fyrir neðan botlangan. En hjá strákum sæðisframleiðslan í eistunum út fyrir utan líkamann í pungnum. Og það mjög gild ástæða fyrir því og hún þessi. Sæði ekki hægt að framleiða við líkamshita. Ef við framleiðum sæði við 37 gráðu hita, þá mikla líkur á að sæði gallist eða jafnvel að eistun skemmist. Þá krabbamein eða eitthvað svoleiðis. Þannig að eistun eru látin hanga fyrir neðan líkamann þar sem þau hafa rétt hitastig. Og svo þetta að stilla hitastig í eistunum aðeins og ég ætla að sýna ykkur eftir hvernig það fer fram. En þið sjáu að þið horfa á þetta eru ótrúlega lík líffæri. Svona þið horfið bara á þetta sem myndir. Nú búið að skera þverskurð af manninum og sko við fara í gegnum að hvað við sjá. Þverskurð þar skorið þversum bara. Ok, fyrsta lagi vil ég benda ykkur á blöðruna sem við pissum úr, þvagblöðruna.
Hún stóra holrúmið hérna. Og það var líka svona blaðra í konum. Og ef þið munið eftir myndina af konunum, þá var legið fyrir aftan og lág svona ofan á blöðrunni. Blaðran og þessi líffæri sem eru hér, þeim hlíft með lífbeininu hérna, bein eins og var í konunni, svona skjöldur. Og svo smá fitulag hér sem verndar þetta ennþá meira fyrir hnjaski. En hér endaþarmurinn, alveg eins og í konunni, en svo náttúrulega dálítið munur á körlum og konum öðru leyti. Eggjastokkarnir í konum, sem myndu vera hér uppi, eru eistu í körlum hérna niðri. Og förum núna bara frá eistunum og ferðumst upp líkamann og sjáum hvert sæðið fer. Sæðið búið til í eistum og ég útskýri nákvæmlega eftir hvernig það gerist. Þegar það tilbúið, þá ferðast það úr eistunum í eistnalippurnar. Eistnalippur eru svona eins og húfur á eistunum. Þaðan, þegar þær eru búin að vera tilbúnar, þá fara þær að mjakast upp þessa pípu. Bara vöðvar ýta þeim upp pípuna. Þannig að sáðfrumurnar ferðast hér upp pípuna, fram hjá blöðrunni, aftur fyrir blöðruna og það svona lítil geymslustöð fyrir þær sem þær bíða og þjálfa sig fyrir ólympíuleikana þegar þeim verður sleppt út. Þar eru þær í góðu umhverfi þar sem þær nærast og styrkjast og prófa syndarhatt og slaka þess og syndarhatt og æfa sig og þær eru í þjálfunarbúði. Rétt við hliðina á því þar er verið að framleiða sæðisvökvann sem á að hlífa þeim og bjarga þeim frá því að deyja leið að koma út. Og svo þegar á hólminn er komið og kallinn fær fullnægingu, þá er þeim skotið hérna út, sæðinu blandað saman við vökvanum. Þetta lokast leiðin upp í blöðruna, þannig að það er ekki hægt að pissa þegar karl fær fullnægingu. Sæðið ferðast hér út og þetta myndi ekki líka svona niður, þetta er beint fram og það myndi þetta skjótast út. Og hvernig fer þetta allt saman fram? Jú, þarna eru aftur nöfnin. Áður við skoðum þá skulum við átta okkur á því hvað gerist ef að eistun gangi ekki niður. Ef eistun kom ekki niður úr kviðarholinu og niður í punginn. Það er vont, bæði vegna þess að þá eru eistun of heit. Aðalega vegna þess og þá geta þau orðið sjúk og fengið til þess krabbamein. Þannig að hvað er gert? Jú, mönnum er gefin lyf sem að örva það að eistun færist niður og ef það virkar ekki þá er skorið og eistun sett niður. Og þá gjarnan eins og ég sagði áðan annarkvort strax eða beðið. Við fiktum ekki í kynfærum barna á ákveðnum aldri. Það er bara góð þjóðanputta regla. Ef það er að fikta í kynfærum barna á ákveðnum aldri þá er eitthvað að. Ok. Hér sjáum við framan á tippið og skera það í burtu. Og svo er eistur sikkurum megin. Og þið sjáum hér búnaðurinn, þessi sniðigi búnaður sem að stjórnar hitastigi pungsins, eða eistans. Þegar það er kalt og það vantar hita, þá togar þessi vöðvi, þessi rauði vöðvi þarna, eistað upp. Þannig að þegar karlar er einhvers staðar sem er rosalega kalt, fór út í kalda sundlaug, þá togast eistun upp á líkamann. Og þegar það er heitt aftur, þá slaka þessi vöðvar á og láta eistun falla niður. Þetta er hluti af ósjálfráða taugakerfinu, það er að segja við erum með tvö taugakerfi, annars vegar eitt sem við stjórnum, það er hluti sem við ráðum eins og hvort við erum að klappa höndunum eða hvort við erum að smella fingrunum. Og svo erum við ósjálfráða til dæmis hvort hjartað er að slá. Eða ef ég sting mig hvort ég kippi hendinni í burtu. Það er hluti sem ég stjórna, hluti sem ég stjórna ekki og sumum hlutum get ég stjórnað og ekki stjórnað. Eins og bara blikka augun. Ég þarf ekkert að hugsa hvort ég blikka augunum, ég geri það sjálfkrafa, en ég get blikka augunum ef ég vil. Og sumir karlmenn, mikill minnihluti en sumir, stjórna þessum vöðva hérna með vilja. Þeir geta þá togað eistur sín upp og ýttu niður alveg eins og þeir vilja. Sem er vissulega hæfileiki sem að spurning er hvort að fleiri hætti ekki að reyna að æfa upp. Það er þetta keppni. Jæja, hitt eistað þar er búið að skera ofan af vöðvan og við erum að horfa bara í tengingarnar. Alltaf þessar æðar hérna tengja, flytja eistmanni næringu og svo þarna inni er pípan sem flytur sæði í burtu og þegar karlar eru hættir að eiga börn eða hjón eru hættir að eiga börn þá er þetta einhver besta aðgerð til að gera til að koma í veg fyrir óléttu. Það er að senda mannin í einfalda skurðaðgerð, það er opnað þarna fyrir ofan eistað. Læknirinn fer inn yfirleitt bara að þreifa sig áfram vegna þess að pípan sem flytur sæði er öðruvísi viðkomandi heldur en æðarnar, hún er svona hörð. Læknar hafa lýst í eins og hún sé svona eins og spagetti, svona öðruvísi en æðarnar. Svo er bara skorin lítill bútur af henni, bundið fyrir endana og lokað aftur. Og
ennþá mun maður ekki það stunda kynlíf og það mun ennþá koma sáðvökvi því hann verður til annars staðar. Að kemur sæði, það bara enga sáðfrumur í honum. Þannig að ólétta á ekki geta átt sér stað. Í ákveðið langa tíma og eftir er hægt að setja þetta saman aftur en mér skilst að eftir eitthvað ákveðin tíma þá sé þetta ekki hægt að laga. Þetta er einfaldasta leiðin til að eiga ekki börn. Allar getnaðarvarnir hafa ókosti. Pillan er mjög hættuleg fyrir konu sem er orðin yfir 30 og hún getur valdið sjúkdómum, krabbameinum. Ef pillan og reykingar fara saman til dæmis þá er það alveg lífshættulegt ástand, liggur við að segja. En þetta er langa einfaldasta aðgerðin og mjög mikið er gert að gelda menn svona. Eistað. Þið hefur nú öll séð þetta á þorrablótum, ég vil borðað. Og þá hafði ég séð móta fyrir þessum hlutum sem við erum að horfa núna. Þetta hér hvíta hérna eins og tennur eru bara, eða greiða. Þetta er hérna bara styrkingar, festingar sem að halda eistaru réttu. Þar inn á milli er staðurinn þar sem að sæðisfrumurnar eru framleiddar, það eru framleiddar inn í þessum hólfum. Og svo eru svona pípur sem flytja sæðisfrumurnar burt úr framleiðslunni, hingað og í eistna lippurnar sem eru þetta sæði hér. Og svo þaðan eftir ákveðin tíma er fá að dafna hér í smástund. Eða það fluttar upp. Og þetta er þessi pípa hér sem er skorin í sundur og körlum sem að fara í aðgerð. Og svo liggur þetta upp og þetta er pípan sem er leitað með puttanum til að skera hann ekki í sundur. Nei, hérna æð. Kannski sá einhver ykkar hérna þáttinn Sigtið daginn. Nei, Sigtið er drepfótt. Nei! Það sem að þið bara er ekki búin að fatta húmorinn. Hérna þar sem að Frímann eða hvað sem hann heitir þarna, sem þetta er hann hélt að hann væri komið krabbamein í eistað. Og hann fór til læknisins og læknir vildi fá að sjá eistað og snerta það og Frímann bara kemur ekki til greina. Ég er búinn að lýsa þessu fyrir þér og hlýtur að geta greint þetta þannig og Frímann bara neitaði að fara úr buxunum og þá sagði læknirinn, þetta gæti verið eitthvað alvarlegt og þá var Frímann sannfærður að hann væri komið krabbamein og hérna fór í sæðisbanka og vildi leggja inn til að geyma og svona þegar það væri búið að taka honum eistað og svona. Hann var ekki með krabbamein, hann var með bólgur og það er tiltölulega algengt að æðarnar þarna fyrir ofan bólgni og valdi miklum kvölum og þá jafnvel þarf að gera skurðaðgerð til að laga það. Bólgur til dæmis ef að fullorðnir menn kynþroska fá hettusótt, hafa ekki fengið hettusótt sem börn eða bólusetningu gegn hettusótt, þá geta komið bólgur þarna sem skemma eistað, hita það og skemma það jafnvel. Hiti hefur slæm áhrif á eistun og sjúkdómur sem fylgir hiti dragur frjósemi karla á eftir. Þið hafa kannski heyrt að rauðir hundar eða hlaupabóla eða eitthvað valdi ófrjósemi, en það er ekki rétt. Núna þegar hlaupabóla var að ganga þá heyrði ég þessar sögur reglulega. Ok, nú erum við að horfa inn í eistað og við erum að horfa, það er búið að skera bara hérna, við erum að horfa í smásjá og þessast niðri hérna og eistað enda hér einhvers staðar hérna neðan og svo er eistað hérna fyrir ofan. Eistað hefur aðalega tvö hlutverk. Í fyrsta lagi búið til sæði, það er náttúrulega lykilhlutverkið. Í öðru lagi búið til karlhormón. Eggjastokkarnir í ykkur stelpu búið til estrogen, kvenhormónin, eistun í okkur búið til testósterón, karlhormón. Og það sem býr til testósterónið eru þessar hérna sem að líta út eins og grænar frumur hérna. Þar verður testósterónið til bara með sömu aðferð og DNA, ég meina það er bara lesin ákveðin bútur og svo er bara sendt í ribósómið og svo bara búið til prótein og Þetta er bara allt þetta sama og svo flýst það nú. Og hér kemur testósterón. Testósterón hefur nokkrar afleiðingar fyrir okkur og það er að byrja að virka núna á strákunum hérna í bekknum að barkakýlið stækkar, röddin dýpkar, axlirnar breikka, líkaminn loðnar, víðast hvar og þið styrkist allir að vera sterkari og steltari og öflugri og hérna það er það sem testósteróni gerir. Og ef þið hafið nóga testósteróni þá með þetta og þau áhrif til dæmis seinna að þið fáið skalla. Karlmenn sem að fá skalla eru með mikið af karlhormónum, eru mikil karlmenni. Já. Jón er karlmaður. Já. Ekki þú þá? Mamma var það að... Ég er óttaleg kelling. Mamma var í framhaldsskólanum í gær. Nei, gær. Fyrra. Já. Og hún lagði svona hluti og sagði mér að stundum er svo Það er að tala hærra svo að heyra mig þér. skallið erfist bara á... Já, ég skil hvað að meina. Tilhneiging til að fá skalla erfist að hluta, testósterón hefur líka áhrif og það erfist í gegnum mæður okkar.
Þannig ef það er mikið að skalla í móðurættinni, þá er líklega að við fáum skalla og það skiptir ekki máli hvort pabbi okkar er sköllóttur. Ekki eins miklu máli allavega. Og sem er mjög skemmtileg tilhugsun fyrir mig vegna þess að afi minn í móðurætt var svoleiðis eins og egg. Þannig að ég reikna með að verða virðulegur nauðasköllóttur gamall karl. Hlakka mikið til. Tek reyndar eftir því núna þegar maður er aðeins byrjar að eldast að ég er alltaf að líta meira og meira út eins og myndin af mér þegar ég var 2 ára. Og ég er svona lítill og þybbinn og sat í svona stól í matrósafötum með svona bara hár hérna og það var rautt held ég. Ég var voðalega sætt barn og ég vona bara að ég verið voða sætt gafan minni líka. Jæja, ok, en það er ekki bara eina sem gerist. Það sem gerist líka er að hérna eru sæðisfrumurnar framleiddar og þetta svona byrjar hérna niðri og þetta fer síðan svona út. Og þetta er mjög líkt því hvernig eggin verða til og þetta er í raun get ég lært allt það hvernig egg verða til með því að skoða sæðið. Eina breytingin er það verður öðruvísi fruma. Og þá þurfum við að þekkja dálítið sem heitir annars vegar jafnskipting og hins vegar rýriskipting. Ég ætla að útskýra hvað það þýðir. Þarna verður karlhormónið til, testosterón. Þessi fruma skilur á milli, það er svona yfirleitt frumur það er vefir sem að loka eitt líffæri frá öðru. Þarna er það sem að kalla stofnfrumur. Þetta er frumur sem að búa til sæðisfrumur. Þarna er verið að búa þær til og hér eru orðnar til. Og til að skilja hvað gerist þá þurfum við að vita hvað litningar eru. Litningar eru frumulíffærin sem er inn í kjarnanum á frumunni, þessi sem eru lesin og DNA-ið er bara litningunum búin til á DNA-keðjunni. Og hér með ákveðnum aðferðum er hægt að taka litningana úr frumunni og raða þeim upp svona, eins og er búið að gera hér. Þetta er hægt að gera og þetta er gert þegar verið að rannsaka ýmislegt, til dæmis líkur og erfðasjúkdóma. Þeim er raðað eftir stærð. Þetta er eins og Kóraninn, trúaritt múslima. Því það er vitað í hvaða röð það var skrifað, þannig að því er bara raðað eftir lengd. Og litningunum er raðað eftir stærð, nema þið sjáðu að síðustu litningaparið er dálítið sérstakt. Veit einhver af hverju síðasta litningaparið er svona sérstakt? Þetta er blátt. Já, það er náttúrulega ekki blátt í alvörinni, en hvers vegna skyldi það vera eitt stór og eitt lítill? Af því að það er eitthvað óhægt. Það er kynlitningarnir, X og Y. Ég ætla að útskýra þetta fyrir ykkur. Við höfum 2 litninga af hverju tegund. Við höfum par, eitt frá mömmu, eitt frá pappa. Og svo eru eiginleikarnir okkar á þessum litningum. Til dæmis bara á litningi 1 þarna, sem er búið að merkja sérstaklega við. Þar gæti bara verið eiginleikin hvort að okkur finnist tómatsósa góð. Og á litningnum hans pappa, sem við skulum bara segja sé fyrir litningurinn alltaf í þessum pörum, að þar er sá eiginleiki að finnast tómatsósa rosalega góð. En á mömmu er eiginleikin að finnast tómatsósa algjört eitur. Og þá þarf annar litningun að vera ríkjandi, það er að segja, ef að koma 2 litningar með 2 eiginleika þá þarf annar að vera sterkari. Og segjum bara að það að finnast tómatsósa góð sé ríkjandi. Þannig að þessum einstakling finnst tómatsósa góð, þó hann sé með eiginleikan að finnast hún vond, en það er vegna þess að hann hefur ríkjandi eiginleikan að finnast hún góð. Ok, þið getur hugsað bara um þetta, skoðið þetta bara á netinu og hugsið þetta nánar. En síðasta parið er sérstakt vegna þess að síðasta parið, par 23, þarna, síðustu 2 litningarnir, þeir eru mismunandi eftir kynjum. Annars vegar höfum við svona stóran venjulegan litning sem heitir X-litningur og er kvenlitningurinn hálfpartinn, en við erum öll með X-litning, bæði kallar og konur. Hins vegar þessi litli tittur þarna sem er Y-litningurinn, Y-litningurinn. Hann er eins og þið sjáu næstu ekki með neinar erfða upplýsingar, það er sára litlar upplýsingar á hann. Konur hafa ekki svona litning, þennan litla, þær hafa 2 X-litninga. Karlar hafa litningin litla. Þetta hefur í för með sér ýmislegt. Meðal annars það. Það eru til sjúkdómar sem herja nær eingöngu á karlmenn eða bara eingöngu á karlmenn. Það eru þá sjúkdómar sem eru á þessum Y-litningi. Ef að sjúkdómar er bara á Y-litningnum þá getur kona ekki fengið hann því að kona getur ekki verið með Y-litning. Fattið þið þetta? Ok. Það eru til sjúkdómar sem bara karlmenn fá vegna þess að sjúkdómurinn ferðast á þessum Y-litningi sem konur hafa ekki. Þið hafið 2 svona stóra karlmenn. Svo eru til sjúkdómar sem karlar eru líklegri til að fá. Vegna þess að sjúkdómurinn er á X-litningnum, þessum stóra, en er víkjandi. Þannig að ef þú ert með 2 X-litninga og annar hefur sjúkdómurinn og hinn ekki, þá mun sjúkdómurinn ekki koma. En hjá körlum sem hafa þennan sjúkdóm, þá hafa þeir engan annan X-litning til að vinna á móti því. Hugsið þetta, hlustið á þetta á netinu, pælið þess í þessu.
Ertu að taka þetta upp? Ég er að taka þetta upp, já. Svo er þarna eitt par sem ég langar að benda ykkur sérstaklega á. Það er par 21. Hjá, Með svona marga? já, við erum með svona marga litninga. Hjá fólki sem er komið yfir 30, 35 ára aldur, þá aukast líkurnar á því að það verði eitthvað brengl þegar við afritum litningana yfir í kynfrumurnar, yfir í sæðið eða ekki. Og eitt sem að gerist mjög gjarnan og er ótrúlega algengt er það að það komi óvart 3 pör af litningi 21. Ekki 2 eins og er þarna heldur 3. Og reglan er þessi. Meira erfðaefni en við áttum að fá, meira DNA heldur en við eigum að hafa, veldur alltaf skaða. Það sem gerist ef þú hefur 3 litninga í sæti 21 er það að þú færð heilkenni sem kallast Down syndrom. Sem þýðir, það er líkamleg og andleg fötlun sem að lýsir sig þannig að fólk verður svona samanrykið og þegar við örugglega séð einu sinni var þetta kallað mongolismi eða vera mongolíti, en í dag er við bara að tala um Down syndrom. Það er það sem gerist í litningi 21 og er miklu líklegra hjá eldra fólki heldur en yngra. Og allir sem eru yfir 35 ára aldur, þeim er boðið að láta athuga hvort fóstrið sem þú gengur með Down syndrom, og þá þarf þú að taka ákvörðun ef að nógu stutt er gengið á meðgönguna hvort þú viljir eignast barnið eða láta eyða fóstrinu. Og það vekur náttúrulega miklar heimspekilegar og siðferðilegar spurningar á að fæða fötluð börn í heiminn þó maður vita þau séu fötluð. Og fólk skiptist í 2 hópa, annars vegar hóp sem segir nei, að sjálfsögðu ekki. Það er betra að eignast ekkert barn heldur en fatlað barn, og aðrir sem segja nei, allir eiga rétt á sér, fjölbreytileikinn á rétt á sér, fötluð börn eiga að vera til. Við ætlum ekki að taka afstöðu til þess hér. Jæja, nú er komið að kjarna málsins. Nú þurfum við að kveikja á heilastöðunum sem að skilja flókna hluti. Þá verður þetta ekki flókið, en það verður að vera kveikt á þeim. Sjáum nú efstu myndina, þarna það sem að ein fruman er og það eru 2 örvar út frá henni. Sjáu það hana? Já. Þetta er stofnfruma. Stofnfruma mun búa til sæðisfrumu. En til þess þá byrjar hún að skipta sér í frumuskiptingunni. Það þýðir ein fruma, það er best að nota bara hérna. En það eru 2 sem er með 2 örvar út úr sér. Ég er bara að tala þess að hér, núna. Efstu. Hér er ein fruma. Hún afritar sjálfa sig, allar upplýsingarnar í sér, hún afritar allt, hún afritar litningana, hún afritar DNA, upplýsingarnar sem sett, hún afritar, búið til afritara, búið til annað eintak, klóna, og svo skiptir hún sér í 2 frumur. Og allt í einu er komin með 2 frumur og lykilatriði er báðar þessar frumur eru nákvæmlega eins. Þetta er bara afrit af þessari, þetta er klón. Þetta heitir, og takk ég vel eftir þessu orði, þetta heitir jafnskipting. Jafnskipting þýðir afritið er með jafn mikið af öllu eins og frumritið. Ok, þannig að þessi hér er með allar erfðaupplýsingarnar mínar, bæði frá mömmu og pappa, allar litningana, þessi líka. Og það er kallað 2N. Það þýðir 2 skammtar erfðaefni, bæði frá mömmu og pappa. Ok, nú er ég búin að gera 2 frumur. Önnur þeirra verður nýja stofnfruman og getur þó afrita sér næst þegar það er búið til sæði. Hin heldur áfram og verður á sæði. Og það sem gerist er það að hún skiptir sér aftur í 2. En nú gerist það til sérstakt. Og þetta gerist bara í frumuskiptingum þegar það verður búið til egg og verður búið til sæði. Það gerist aldrei annars. Það sem gerist er þetta. Í staðinn fyrir að búa til eintak af sjálfri sér, þá býr hún til 2 eintök, en hvort eintak er bara með helminginn af erfðaefnum. 1 litning af hverju pari. Þannig að hér skiptist hún, en áður hún er búin að skiptast alveg í 2, þá færir 1 litningur af fyrsta pari hingað og hinn hingað. Annar hingað, annar hingað, þriðji hingað, fjórði hingað. Og svo kolli. Þannig að við erum komið með 2 frumur hérna, það er að vísa ekki allar 2 ennþá, það er aðeins fastar saman, og það er helmingurinn af erfðaefninu hér og helmingurinn hér. Ok, en þær eru fastar saman. Og hér... Er það þannig að öðrum meginn er pabbi og hinn
Nei, það er nefnilega alveg bara Það víxla. er bara blanda. Já, þess vegna fór svona ólík. Hér gerist mjög sérstakur hlutur, meðan þetta er ennþá svona fast saman. Þá gerist þetta aðeins sérstakur. Ímyndið ykkur tvær manneskjur sem mætast á gangi, rekast utan ykkur aðra og þegar að labba frá okkur annari, þá er allt í einu komin hendi af annara manneskjuna á hina manneskjuna og hin hendin komin á fyrir manneskjuna. Eða fóturinn skiptist eða eitthvað. Það gerist nefnilega hér. Litningur 1 er hérna svamla ákveða hvoru meginn hann ætlar að vera og hinn litningurinn er ákveða hvað hann er að vera. Þeir hittast og þeir skipta bara á fæti. Og allt í einu verður til nýr litningur sem var hvorki í mömmunni og pappa heldur er samflagt. Svo ákveða litningarnir hvoru meginn þeir eru og blöpp. Og svo búa þeir til að afrita sjálfum sér, þessi býr til 2 eintök af sjálfum sér, þessi býr til 2 eintök af sjálfum sér og það er þessi hér og svo verður það sæðisfrumur. Og hér er regla. Þeir eru búin til sæði eða egg, þá búum við alltaf til 4 eintök í einu. Kona sem býr til egg býr til 4 egg. 1 er sent út, 3 eyðileggjast. Hjá körlum notum við öll 4 því okkur veitir ekki að því. Já. Þú veist eins og ég er ekkert lík mamma minni eða ég er ekkert lík pappa mín, þú veist. Nei, það ekki. Útliti. Já. En samt er ég svo lík afa mínu. Já, eiginleikar eiga mikið til að hoppa yfir eina kynslóð. Nei. Þú ert á pínlík foreldrinum, en hérna... Það er ekki svo rosalega Nei. eins og flest eins og margir eru. Eiginleikar hoppa oft yfir kynslóð. Þannig að við líkjumst mjög oft okkur á þeim. Já. En það er alltaf að segja mér, ég skell líka hún lítil. Já. En það sé þegar þessi fólk verður gett líkt þegar það er lítil, það sé verður alltaf þegar það eldist. Já. Það er bara... Ég er nú frekar tekið til tilhneigingu til þess að stelpur líkjast alltaf mæðrum sínu þegar það eldast. Þó það séu ekkert líkarið á einhverjum aldri, þá enda yfirleitt allar stelpur eins og mömmu sínu. Nei. Já, býðu bara að sjá þetta. Ég ætla að vona að mamma hlusti ekki á þetta. Ekki gera þetta. Herðu, við skulum halda aðeins áfram. Geymum spurninga til á eftir. Nú skulum við snúa okkur aftur að kynfærunum. Við sem búum til sæði svona. Við byrjum á því og það er stofnfruma. Stofnfruman býr til eintaka sjálfur í sér, annað verður nýja stofnfruman og heldur áfram með stofnfruma. Hitt eintakið skiptir sér en ekki alveg, sendir helmingin erfðaefni hingað, helmingin hingað, hér á milli getur erfðaefni blandað saman, plupp, 2 frumur, búin til 2 eintök af þér, plupp, búin til 2 eintök af þér, plupp, setjum á að hala, hér er komið sæði. Af hverju er þetta hala? Til að geta synt. Ok, tökum nú eftir. Sæði verður til inn í eistanu, það fer hérna í eistna lippuna, sem er hérna utanum, og býður þar. Þar þjálfast það upp í smástund, síðan fer það að mjakast hérna upp sáðrásina, hingað upp, geymist hérna á bakvið blöðruna, þangað til að þetta nota. Ok, og svona er sáðfruman. Sáðfruman hefur haus og inn í honum eru litningarnir, en ekki 46 litningar eins og aðra frumur, þetta er bara 23 því þetta er bara hálffruma í þessu veru. Ekki er hálffruma á móti, þannig að við fáum heilan einstakling. Takið eftir svæðinu hálsinum á sæðisfrumunni með rauðu deklunum. Þetta rauða eru hvatberar, orkustöðvar frumna. Þetta eru svona eins og batteri sem að standa þarna tilbúin að knýja halan áfram. Það eru engi hvatberar innan í frumunni sjálfur hérna, sæðisfrumunni. Þeir eru bara hérna fyrir aftan. Og þegar sæði hittir eggið, mun halinn losna frá og bara þetta kemst inn. Sem þýðir það að allir hvatberar í líkama ykkar eru komnir frá mömmu ykkar. Því að hvatberar pabbi ykkar voru notaðir til að knýja sæðið upp að egginu og þar eru þeir eftir. Þannig að allir okkar hvatberar koma frá mömmu. Svo er þessi langi hali sem að knýr sáðfrumun áfram. Hvatberarnir gefa bara stuð og halinn bara spriklar og hún syndir eins og hún getur. Blessuð sæðisfruman. Þarna í þessum stóra kirtli verður vökvinn til sem sæðisfruman ferðast í. Og nú ætlum ég að útskýra af hverju við þurfum þennan vökva. Nú vill svo til að líkami okkar þarf að verja sig fyrir lífverum sem að vilja nota hann til að sem annarkvort heimili eða sem fæðu. Þegar að þið borðið mat getur vel verið að maturinn hafi góðan áhuga því að borða ykkur. Étið kjöt sem þið hefðuð ekki átt að borða seinna heldur en fyrir 2 vikur síðan og þá er mjög líklegt að eitthvað sé farið að lifa í kjötinu.
sem er alveg eins til í að lifa af ykkur eins og kjötinu. Þú talar alltaf eitthvað svona tíman áður fyrir mat. Nákvæmlega. Slæm. Nei, en býðu við, Ef það kjötið var í frystinum. Já, það var allt í lagi. Það er bara ekki eins gott að bragðið. Sko, ég meina þið borðið jógúrt, ykkur finnst mjólk ekki næðið góð jógúrt, en jógúrtin er bara góð af því hún er orðið þykk af lífverum sem að þarna eru svamlandi í jógúrtinni að borða. En ok, sleppum því. Skýr í matinn. Sleppum því. Ok, líkaminn þarf að verja sig gegn þessu, þannig að allstaðar þar sem einhver er stungið inn í líkamann, eins og í gegnum munnin, þá þarf varnir. Og varnirnar í þessu tilfelli er bráðdrepandi sýra sem er í maganum á okkur. Sem þýðir að þarna koma lífverurnar í kjötinu, inn í magan á okkur, dan, þær ætla að skella sér út og fara að éta ykkur, en allt í hennu þær bráðnaði í sýru og þið drápuð þær. 1-0 fyrir okkur. Það er annar staður í líkamanum þar sem að hlutum er stungið inn og það eru leggöng konunnar. Þau eru hugsuð þannig að þangað sé hlutum stungið. Rassinn er ekki staður til að stinga hlutum inn og þess vegna hefur hann ekki varnir eins og leggöngin og maginn. Leggöngin hafa eins varnir og maginn. Þau eru súr. Það er súrt yfirborð í leggöngunum. Það þýðir ekki að séu súr á bragðið, enda fæstir sem hafa smakkað þau. Leggöngin eru súr sem þýðir leggöngin drepa hluti sem fara þar inn. Bakteríur skríða inn í leggöngin, þær ætla að fara að byggja sér þarna eitthvað bú, en þær eru drepnar af súru yfirborði leggöngana. Þess vegna er grundvallaratriði fyrir stelpur að þær séu ekki að rugla í sýrustigi leggöngana, til dæmis með þeirra þvo sér í klofinu með sápu. Það á aldrei að þvo leggöngin með sápu. Vegna þess að þá fer sápan inn, sápan hefur vitlaus sýrustig og sápan getur hjálpað bakteríum að ræktast í leggöngunum. En, það er eitt en, leggöngin myndu líka drepa sáðfrumur. Sáðfruma myndi ekki eiga neitt sénsinn í leggöngunum því að sýran myndi éta hana upp. Þannig að, þegar að sæðisfruma stoppar þarna bak við blöðruna og bíður eftir að vera skotið út, þá er stór kirtill þar sem er að framleiða vökva. Og vökvinn er basískur. Basi er andstæðan við sýru. Ef ég hef glas með sýru og ég set glas með basa saman við, þá er það ekki lengur súrt. Basi og sýra er andstæða og þetta notaði til að eyða hvort öðru. Kirtillinn þarna bak við blöðruna býr til basískan vökva. Svo er sáðfruman sett í þennan vökva og hún fær svona lítinn geimbúning utan um sig með basísku efni sem verndar hana fyrir sýrun. Vökvinn verndar hana líka gegn högginu vegna þess að sáðfrumu er skotið út úr líkamanum á ógnarhraða og lendir beint á vegg. Hún myndi drepast ef hún var ekki varin af þessum vökva. Þannig að það þarf að verja sáðfrumuna. Það er erfitt líka að vera sáðfruma. Og þarna sjáu þið göngin. Sem er búið að koma hérna eins og eyru. Já, það er nú best að útskýra hvað við erum að horfa á. Ef við færum inn bakið á manninum og stoppuðum beint fyrir aftan blöðruna, þá er þetta það sem við sjáum. Hérna fyrir neðan eins og tippið. Það er búið að skera hérna neðan að því. Þessi eyrur hérna eru pípurnar frá eistunum. Sæðisfrumurnar koma hérna upp þessar pípur og stoppa í þessum litlu kirtlum hérna ofan á. Það lítur út eins og augabrúnir á þessari geimveru. Þar bíða sæðisfrumurnar og þær eru pínu litlar. En þarna geta beðið 100 milljón sæðisfrumur í einu, tilbúnar að fara í aksjón. En þegar karlmaður fær sáðlát, þá fær ekki bara sæðisfrumurnar því að sýran myndi éta þær upp, heldur líka vökvinn sem er með næringu fyrir þær og er með basan gegn sýrunni og hann er framleiddur í þessum kirtlum hér, þessum stóru augunum á geimverunni. Og það er ekki fyrir karlmaður fær sáðlát, það er að segja fullnægingu, að þetta tvennt blandast saman hérna í göngunum hérna fyrir neðan. Og svo eru fleiri kirtlar hér og hér er blöðrunáskirtillinn sem að stýri því hvort þú ert að pissa eða að fá sáðlát. Svo skýst þetta saman út og hugsanlega býr til barn. Þarna eru aftur nöfnin og hér er blöðrunáskirtillinn og hér sjáum við hvernig þetta saminast í einn vökva. Tippið sjálft. Það er ás eins og það sé munnur og augu. Þetta er svona eins og sáfpark persóna hérna. Ok, nú skulum við skoða tippið. Nú er annars vegar búið að skera ofan af tippinu þannig og horfum ofan í tippið og hins vegar búið að skera framan af því þannig og horfum inn í það. Skil ekki. Ha.
Já, ok. Ok, ég ætla að fara í gegnum hvort fyrir sig. Þið sjáðu þarna uppi fyrir ofan tippið blöðruhálskirtilinn. Hérna. Og svo kemur pípan hérna niður og hér getur bæði komið piss og sæði, bara eftir því hvort að gerast. Og hérna, en þá tippið við þetta orðið frekar hart og stórt. Og hvernig verður það þannig? Jú, það gerist þannig að þessi augu þarna í South Park fígúrunni flytja blóð til tippisins. Litla bláa æðin hérna uppi, sem ég veit ekki eins og hvort þið sjáið, það er lítið punktur inn í miðjunni. Það er æðin út úr tippinu. Og það þarf alltaf að vera að fara blóð þarna í gegn. Ef það fer ekki blóð í gegn, þá bara rotnar það af. Já. Getur það gert? Nú sögðu stelpur þarna oi, og þær eru ekki einu sinni með tippi. Ok. En það er samt frekar úrslit. Já, það eru til sjúkdómar sem valda því. Og þið hafið öll hérna lent næstu því þegar þið fóðið náladófa. Þegar þið fóðið náladófa þá er líkamsbúturinn hættur að fá blóð og er byrjað að rotna af og líkaminn er að öskra, viltu gjöra svo vel að hætta að sitja á æðinni vegna þess að eftir smástund þá munu tærnar detta að þér. Og þá vonandi færið þið ykkur vegna þess að annars missið þið tærnar. En ok, líkaminn er dálítið snjall. Þegar karl örvast kynferðislega, og það getur gerst af ótal ástæðum, það getur verið snerting, það getur verið heyrn, eitthvað sem hann heyrir, það getur verið eitthvað sem hann sér, það getur verið eitthvað sem hann hugsar. Þetta er bara eins og með stelpur að hérna, þetta allt getur komið mann í stuð. Þá fer líkaminn að dæla meira blóði til svæðisins sem er örvast. Þá fer meira blóð niður til tippisins heldur en annars. Og það sem gerist leið er það að litla bláæðin hérna uppi, hún þrengist, hún lokar sér næstu. Ekki alveg, en hún lokar sér næstu. Sem þýðir að kemur miklu meira blóð inn í tippið heldur en fyrir út úr því. Við það fyllist vefurinn hérna, svampkendi vefurinn, þessi hér og þetta hér, af blóði og harðnar og stendur upp í loftið. Hjá strákum á ykkar aldri þá stendur þetta bara beint upp í loftið bara skellur í maganum á okkur. En hjá fullorðnum körlum þá er þetta meira svona í hálfa stöng. Og hérna, það dregur úr reisninni í þessu eftir því sem líður á ævina. Og þegar þetta komið í fullas reist þá er þetta líka væntanlega einhvers staðar á milli 14 til 18 cm langt, líklegast að þetta sé svona 15-16 cm langt. Í ljósi þess að leggöng er ekki nema 7-9 cm löng þá er það meiri nóg. Því að ekkert að gera við stærra tippi heldur en það. Já. Ég var einhvern veginn í tölvunni. Já. Og það fór ég náttúrulega síðu sem heitir betra.net. Já. Og það var eitthvað svona prófum og þetta alltaf það. Já. Ég bara ítti á eitthvað og svo stóð eitthvað fullnægingu. Ég ítti bara á það. Já. Þá stóð eitthvað stelpur klikki hérna og stelpur klikki hérna. Ég ítti á stelpur og hristist og svona. Já. Og var þetta hvernig stelpur på fullnægingu. Já. Og strákurinn var svona. Og stelpan var. Já. Var það ekki? Jú. Er það satt? Já, það er satt. Ok. Skildi ekki. Stelpur fá öðruvísi fullnægingu en strákar. Það fá miklu meiri fullnægingu en strákar og fjölbreyttari fullnægingu. En það er miklu erfiðara með að fá fullnægingu á móti. Þannig að heimurinn er sanngjarn. Jæja, þetta er það sem gerist. Flest allir strákar á ykkar aldri hafa gríðarlegar áhyggjur af því hvað tippið á þeim er langt eða stutt. Og flestir strákar af einhvern tíðan staðið sig á því að stelast með reglustykuna inn í herbergi og mæla bara til öryggis. Og allt gott það að segja og blessað, en 9 af hverjum 10 körlum eru með tippi sem eru næstu í nákvæmlega jafn löng þegar þau eru stór. Það segir ekki þessu jafn löng í sturtu í sundi vegna þess að það er mikill munur á útliti tippa þegar þau eru lin, en þetta jafnast út þegar þau harðna. Lítil tippi stækka mest, eins og lagið eftir Megas segir. Mér minnir það Megas sagði saman. Jæja, skoðum aðeins blöðruhálskirtilinn, endum á því. Blöðruhálskirtilinn er litla baunin hérna sem að stýri því hvort að þú ert að pissa á blöðrunni eða hvort þú ert að senda sæði hérna með sáðfrumum múðvökvanum. Þegar karl fær fullnægingu, þá lokast leiðin í blöðruna. Það verða krampaköst þarna allt svæðið og sem náttúrulega skjóta sæðinu og rassinn herpist saman, þetta fer allt af stað þarna. Og eitt af því sem gerist er það, og við stjórnum því ekki neitt, er það að það lokast leiðin upp í blöðruna. Svona. Þannig að við getum ekki pissað. Sem er eins gott vegna þess að það myndi rugla í öllum vörnunum sem við erum búin að vera að húða utan á sæðisfrumurnar. Stundum veldur þessi blessaði blöðruhálskirtill vandræðum og þetta er það líffæri í körlum sem að
gjarnast er að bila og jafnvel drápa til dauða á endanum. Blöðruhálskrabbamein er afar hættulegt krabbamein og fólk yfir 60 minni mig er athugað sérstaklega. Allir karlmenn þurfa að fara í tékk eftir þann aldur og láta athuga blöðruhálskirtilinn hvort hann er nokkuð að stækka. Og það er gert í gegnum rassinn. Læknirinn setur puttan hann inn og þreifar bara blöðruhálskirtilinn. Þar sem sögur segja að sé einmitt G-blettur karlmanna eða kynferðislega örvandi blettur. Að ef að ítt er á svæði hérna á milli endaþarms og blöðruhálskirtils þá upplifir kallinn einhver ægilega góða tilfinningu. Þannig að væntanlega er mikið sport að fara til læknis þarna eftir 60. En jæja, hvað gerist ef þetta bilar? Jú, við getum fjarlægt blöðruhálskirtilinn í gegnum typpið. Þá setjum við litla leiðslu þarna inn og á endanum á leiðslunni er lítill hnífur sem að snýst og svo er bara skorið smá bútur á blöðruhálskirtilinn inn og skolað út með vatni, svo skorið meira og þá er hann bara fjarlægður og afleiðingin af því er svo að þetta náttúrulega ruglar dálítið í pípulagnina þeim fyrir aftan. Karlmenn geta samt stundað kynlíf og allt það og ekkert vandamál en mjög gjarnan þá gerist eitthvað annað við sæðið þetta en átt að gerast. Og karlmenn sem það vex eitthvað hér, einhver vefur á milli, en það getur jafnvel farið svo að karlmenn fái sálat inn í þvagblöðruna eða það fari bara eitthvað hérna að villast. Þeir geta jafnvel mist kyngetuna alveg, sem sagt getuna til að senda frá sér sæði. Önnur leið, og þetta er náskylt við það þegar kom eitthvað fyrir leið hjá konum, er að fara yfir lífbeinið. Skera fyrir ofan lífbeinið, þannig fyrir niðan nafla, en fyrir þar á því svæðið, yfir náran. Skera hér yfir lífbeinið og fjarlæga blöðruhálskirtilinn. Þriðja leiðin er að fara hér upp í gegnum spöngina svæðið beint fyrir á milli pungsins og rassins og bara það er upp og taka blöðruhálskirtilinn út. En þetta er alltaf reynt fyrst. Það er aldrei farið með hníf á manneskju ef hægt er með einhverjum öðrum leiðum að nálgast það sem það er að nálgast. Og það getur líka konur. Það er aldrei skorið til að komast í legið ef það er hægt að fara í gegnum legveikin. Þá erum við búin með þetta og ég opna